Komið sæl og blessuð og velkomin hingað í húsnæði Öryrkjabandalag Íslands á þessum merkistegi. Eggert Skúlason heiti ég og ætla að byrja á að ræða við Þuríði formann Öryrkjabandalagsins og á dagskrá í dag í raun og veru staða fatlaðs fólks og þau tækifæri sem mögulega að myndast. Mér langar Þuríður Harpa að byrja á að óska til hamingju daginn. Takk að fyrir. Þetta ekki mikilvægur dagur líka fyrir ykkur? Jú, þetta er mjög mikilvægur dagur fyrir okkur, fatlað fólk hérna á Íslandi, sem að stærstum hluta hefur verið á vinnumarkaði og á vinnumarkaði. Þannig að... Hvað er það sem að brennur kannski heitast á ykkur núna? Það er nú eiginlega það sama og hefur verið síðustu árinu, það auðvitað kjör. Kjör örorkulífeyrisþega, fatlaðs fólks. Þau hafa dregist aftur úr og eru eiginlega búin að tapa tengslum við til dæmis atvinnuleysisbætur og í talningum hérna lágmarkslaunin. Og kannski bara líka búin að tapa tengingu við raunveruleika og sanngirni. Algjörlega. Þegar við sjáum það að atvinnuleysisbætur hafa hækkað um 50.000 krónur núna á síðastliðnum 2 árum, en hækka það mikið, það er núna 50.000 krónar munur á milli atvinnuleysisbóta og örorkulífeyris. Að þá er náttúrulega alveg ljóst að öryrkjar eru ekki að lifa við náttúrulega réttlæti vegna þess að þeir sem eru á atvinnuleysisbótum teljast ekki geta lifað á þeim, hvað þá heldur fatlað fólk. Hvað veldur því að þið eru sett í þetta lægsta þrep og ykkur er haldið þar? Ég held að það sé nú aðalega bara ákvarðanir stjórnvalda sem að valda þessu. Það er þeirra að ákveða hverju sinni, hvernig fötluðu fólki reiðir af. Ertu að upplifa fordóma frá stjórnmálafólki eða því sem við köllum stjórnvöld? Ég held að þau sé ekkert undanskilin frá því að hafa fordóma og fordómingar til dæmis fatlaðs fólks. Fordómar eru víða í samfélaginu. En það er rosalega stórt orð, fordómar, og ef stjórnmálamennirnir okkar eru að upplifa það getur ekki verið gott. Nei, það er auðvitað mjög erfið staða fyrir þá sem fyrir verða og við höfum lagt okkur á mörgum við að uppræta þetta, benda á að okkar fólk er bara fólk eins og annað fólk hérna í samfélaginu og við þurfum að lifa, eða okkar fólk þarf að lifa bara eins og annað fólk. Það þarf að hafa tækifæri til þáttöku á öllum sviðum samfélagsins. Þannig að, og ef þú hefur ekki fjármagn til þess að framflytta þér, ef þú getur ekki framflytt þér bara svona með nauðsynjar, að þá hefur ekki tækifæri til samfélagsþáttöku að neitt gerði eiginlega. Ég man að þessir sömu stjórnmálamenn lofuðu ykkur lögfestingu á samningi Sameinuðu þjóðanna. Hvað var það af því máli? Já, þetta var sérst lögfesting á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem átti að koma til framkvæmdar núna í desember. Og þetta bara hvarf út af þingmálskrá haustsins og við höfum ekkert séð það svo, en þetta hins var alveg gríðarlega mikilvægt fyrir fatlað fólk að þessi samningur verði lögfestur. Vonandi eru þeir að hlusta. Eitt af því sem ég veit að er erfitt fyrir ykkur sem félagasamtök og hagsmunasamtök er það að þið eigið hvergi samningsrétt. Hefur verkalýðshreyfingin staðið í bakið á okkur? Þarf hún að gera betur? Já, hún þarf að gera betur. Við erum mjög ánægð með að við höfum náð góðu samtali við verkalýðshreyfinguna núna á undanförnum árum og það þokar málum held ég bara í rétta átt, en við fatlað fólk sem og svo hópur sem fellur út af vinnumarkaði eða ég kemst aldrei inn á hana, en í það minnsta það fólk sem fellur út af vinnumarkaði að það missir allan samningsrétt og það er enginn sem ver kjör þessa hóps. Hvaða kröfu viltu að verkalýðsfélögin setji fram fyrir ykkar hönd sem að í mjög mörgum tilvikum eru fyrrverandi meðlimir þessara félaga? Ég myndi telja að þau ættu að beita sig fyrir því að framfærsla örorkulífeyrisþega sé bara til samræmis við
við framfærslu annara hópa hér í samfélaginu og við varum allavega aldrei undir lágmarkslaunum. Mér finnst það bara mjög eðlileg krafa. En ekki stórt tækifæri sem hefur opnast núna eins og COVID hefur verið kannski skelfilegu faraldur? Það hefur að breytt því að margir hafa þurft að vinna heiman frá sér, atvinnurekendur upplifa að það bara virka. Er þetta ekki eitthvað sem gefur ykkur tækifæri? Jú, vissulega og algjörlega. Það náttúrulega þannig að þjóðin hefur upplifað núna í heilt ár að vera heima hjá sér og finna hvað það einangrandi. Það náttúrulega bara það sem að fatlað fólk hafi búið við alla sem tíð. Það þessa félagslega einangrun sem verður. En engar síður þá höfum við fundið leiðir til þess að sinna okkur daglegu störfum og fólk hefur unnið að heiman og þetta hefur opnað tækifæri og fyrir fólk og við sjáum að viðandi aðlögun til dæmis raunveruleg þarna og það það sem við höfum verið að biðja fyrir fatlað fólk, að það hafi viðandi aðlögun. Hérna hefur orðið hugarfarsbreyting, það sem að orðið komast, bara hjá þjóðinni, bæði atvinnurekendum og þeim sem eru í störfum og sem að ættu að opna okkur leið inn á vinnumarkaðinn. Það mikill vilji hjá fötluðu fólki að taka þátt í vinnumarkaði. Vilji hjá atvinnurekendum á móti kannski að myndast? Já, við höfum skynjað það. Við höfum skynjað mikið vilja hjá atvinnurekendum að ráða fatlað fólki í vinnu til sín. En hvað þá í vegi? Það má kannski segja það að ríkið standi í veginum þar sem það hefur reist svo háar girðingar á milli fatlaðs fólks og atvinnulífsins með því að hafa þessar innbyggðu skerðingar allstaðar inn í kerfinu að nær ómögulegt fyrir fatlað fólk að komast út á atvinnumarkaðinn og það þar sem við þurftum að byrja að taka niður. Við þurftum að byrja að taka niður þá girðingu. Ykkar Berlínarmúr, bara brjóta hann niður. Já, það okkar Berlínarmúr, það má ég segja það. Þuríður Harpa Sigurðardóttir, takk fyrir þetta. Ég fæ til mín fleiri góða gesti en ég ætla svo að hitta þig aftur í lokin og þá förum við aðeins yfir það sem hefur komið fram. En takk núna. Takk. Komið sæl aftur, við höfum fengið nýja en góða gesti. Það eru 2 verkalýðsforkólfar, það Drífa Snædal, forseti ASÍ og Sonja Þorbergsdóttir, formaður BSRB. Verið þið velkomnar. Takk. Og til hamingju með daginn. Takk sem leiðis. Það nóg til. Já, það nóg til. Það yfirskrift 1. maí núna. Þetta eitt besta slagorð sem ég hef heyrt frá verkalýðshreyfingunni. Já, ég sammála. Hvert höfðar það? Það höfðar bæði til þess að það ekki sátt það hvernig gæðunum skipt í samfélaginu. Sumstaðar nóg til og annars staðar skortir. Og það sannlega ekki að segja öryrkjum þessa lands þá sögu. Síðan vísar þetta líka til svona, hvað maður segja, þessar íslensku gestrisni. Þar sem við viljum vera og teljum okkur vera að það nóg til frammi inn á heimilum ef það ekki nóg til að þá bara gæðunum jafnara skipt þannig að þetta svona hefur ýmsa skírskotun og ég afskaplega ánægð með þetta slagorð því að það svona kveikir þessa umræðu að það sannarlega nóg til í samfélaginu en það skiptir máli hvernig við skipti. Og þetta líka smá pilla til Bjarnabein eða ekki? Þetta bara pilla til þeirra sem ráðstafa því sem til í samfélaginu, jú. En mér langar aðeins ef við förum og ræðum þessi tilteknu samtök hér. Eitt af því sem maður velti fyrir sér að mjög hátt hlutfall af því fólki sem fatlað, veikt, einhverju hluta vegna, jafnvel dottið út af vinnumarkaði, eru fyrrverandi félagsmenn hjá ykkur. Þú étur þennan rétt upp á svolítnum tíma en svo eru þeir bara fyrrverandi félagsmenn. Þarf að gera eitthvað betur þarna? Í grunninn það sem við höfum kannski lagt hvað mesta áherslu á undanfarin ár sú staðreynd að við vitum að störfin þar sem að þú ert í nánum persónu samskiptum við fólk að þau slíta frekar fólki út.
Þannig að við höfum lagt áherslu á að við séum að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða til þess að fólk sé ekki að detta út af vinnumarkaði einfalda vegna þess hvernig kröfurnar eru í starfinu eða vinnuumhverfi sjálft. Og þar hefur svona megin fókusum verið. En síðan einmitt kemur á móti með auknu samtali okkar hjá samtökum launafólks og Öryrkjabandalagsins hvert við getum síðan horft til framtíðar. Ég átta mig ekki alveg á eftirspurninni, þannig að fyrsta skrefi væri kannski líka að velta fyrir sér hvað það sem við mættum gera betur og með hvaða hætti. Hvað segir þú þetta, Drífa? Já, mér hefur verið mjög hugleikið, í fyrsta lagi er ágætt að taka fram að það er svona misjafnt eftir stéttarfélögum sem fara með sjálfdæmi, hvernig svona farið með fólk sem ýmist eftir út af vinnumarkaði vegna aldurs eða örorku. En síðan hefur mér verið mjög hugleikið þessi háu þröskuldar á milli þess að vera innan vinnumarkaðar eða utan vinnumarkaðar. Og við höfum nú oft rætt það, ég og Þuríður formaður Öryrkjabandalagsins, hvernig hægt megi lækka þessa þröskulda. Af því staðan í dag er þannig að ef þú lendir á örorku að þá hefnist ég svo grimmilega fyrir það að reyna fyrir þér á vinnumarkaðinum. Þannig að sko endurkoman á vinnumarkaðin getur verið svo ofboðslega erfið. Segjum sér svo að þú viljir reyna hvort þú hafi starfstrekk í 3 mánuði, hálft ára eða eitthvað svo leiðis, að þá koma bara harkalega skerðingar á móti, þannig að þú tekur kannski ekki sénsinn á því, ekki vitandi það hvort þú hefur í raun og verið starfstrekk eða ekki. Það er eitt, svo er annað að við höfum náttúrulega búið við mjög svona harðan vinnumarkað. Fólk vinnur mikið, oft erfið störf, það hefur þurft sko síðustu ár svona allar hendur upp á dekk. Þannig að vinnumarkaðurinn hefur kannski ekki alveg verið tilbúin til þess að vera með fólki í hlutastarfi, aðlaga sig að fólki, en eftir því sem sko fólk eldist og veikist. COVID er líka búið að sýna okkur það að þetta gengur upp, sko. Þú getur unnið hvar sem og... Fyrir utan það náttúrulega, við erum náttúrulega að sjá mjög mikla breytingar. Við erum líka að sjá það breytingar að fólk sem er 70 er ósátt við að hætta að vinna. Aðrir þurfa að hætta að vinna fyrr. Þannig að við komum alltaf að þessu sveigjanleika vinnumarkaðar sem hann er eiginlega ennþá byggður upp í rauninni eins og hann var sko fyrir 40 ára síðan þegar fólk var bara í sínu starfi til einhvers x aldurs og fer síðan út af vinnumarkaðarinn. Bæði samfélagi og vinnumarkaðurinn held ég að sé sko flóknari og stífari að einhver leyti. Það er flóknara líf í samfélaginu okkar í dag. Þannig að vinnumarkaðurinn, örorkukerfin okkar, kerfin sem að grípa fólk hafa bara ekki haldist í hendur við veruleikann og þróunina. Við langar að spóla 11 mánuði tilbaka í tíma. Það var undirrituð mjög merkileg yfirlýsing hér í þessu húsnæði 19. maí í fyrra. Samstaða bætt lífskjör. Eins og ég skil þessa yfirlýsingu, þá ætlið þið að koma inn og taka meiri þátt í réttindabaráttu öryrkja. Erum við að fara að sjá í kröfugerð í næstu samningum þar sem að verða setta fram kröfur til að mynda lágmarks lífeyri fyrir öryrkja? Það verður kannski að hafa í huga að heildarsamtök á borði ASÍ og BSRB að við erum auðvitað í svona þessari lífskjara og lífsgæða baráttu og svona í víðumyndinni. Þannig að það er ekki, baráttan fer ekki eingöngu fram við kjarasamningsborðið. Þannig að við eigum í virku samtali við stjórnvöld og fyrir mitt leyti að þá leiti ég þannig á að með undirritun yfirlýsingarnar að þá værum við að segja að við myndum eftir sem áður fylgja eftir kröfum til þess að tryggja það að allir eigi í sig og á og síðan þetta bætist þarna við í grunninn að við erum eins og Drífa hefur nefnt hérna að sé ekki svona háir þröskuldar inn og út af vinnumarkaði og kannski út frá því sem hún nefnir líka að vinnumarkaðurinn að mörguleyti hannaður eins ennþá út frá að fólk sé að mæta til starfa og sinna verkefnisstörfum sem eru einsleitt og svona með sama hætti. Þannig að það er það sem við höfum verið að gera síðan þá og það sem að kannski gerðist í kjölfar heimsfaraldursins eða þegar það hófst að þá var samtalið jafnvel meira við stjórnvöld en áður. Við vitum það að það er mjög mikil hætta á að ójöfnuður aukist og þess vegna hefur það verið svona megin fókusinn hjá okkur í baráttunni að tryggja að fólk hafi lágmarksframfærslu
og við höfum barist auðvitað fyrir hækkun á atvinnuleysisbótum en ekki síður fyrir því að örorkulífeyririnn verði hækkaður. En hann hefur náttúrulega, ójöfnuðurinn hefur aukist gífurlega ef þú setur því í spor þessa hóps. Þar sem að þetta örorkulífeyrir bæði töluvert undir atvinnuleysisbótum og undir lágmarkslaunum. Sjáum við kröfu frá verkalýðshreyfingunni Drífa að þetta verði lagað í kjarasamningum? Já, við sjáum kröfu bætt lífsgæði fyrir alla. Það eru nokkra leiðir til að gera það. Það er húsnæðismarkaðurinn, það er skattkerfið, það er bótakerfið. En við höfum verið í mjög virku samtali við Öryrkjabandalagið og við höfum haldið þessum kröfum til haga. Ég held ég hafi gert það í nánast flestum skrifum mínum sem lítur á almennu lífsgæðum og þetta er sko eitt stærsta viðfangsefni okkar tíma. Það er þessi smánablettur að örorka, veikindi, er ávísun á fátækt og það gengur ekki. En við höfum litið á stóru myndina og að því við byrjum á því að tala það nóg til, að það er stóra myndin. Og síðan höfum við sko tæft niður á það sem hægt að bæta lífsgæði raunverulega, bæði í gegnum bótakerfið almennt, hvort sem það eru skerðingar, örorkubætur, almannatryggingar yfir höfuð, skattkerfið sem er sko besta jöfnunatæki sem við höfum á að skipa og höfum ekki nýtt þessi skildi til jöfnuðar. Og síðan er sko það sem snýr að velferðarkerfunum, greiða fyrir heilbrigðisþjónustu, aðgengi að heilbrigðisþjónustu og húsnæðismarkaðurinn. Og þetta eru náttúrulega sko þessi stóru póstar sem að hafa áhrif á lífskjör allra. Og við erum núna að fara að kynna áherslur okkar í aðdraganda næstu kosninga og við höfum verið í samtali þar við ýmis samtök og þetta eru svona stóru póstarnir þar. Þannig að við erum í lífskjara baráttu alla daga. Er ég of einfaldur eða er spurningin of stór ef ég spyr, er hægt að setja fram í kröfugerð, í kjarasamningagerð, kröfu að þetta verði með einhverjum hætti bundið og tryggt við lágmarkslaun, þar að segja örorkulífeyrir? Sko það er ekki endilega það þessi bundið við lágmarkslaun. Ég held að við þurfum nú fyrst og fremst að fara að fókusera á skerðingarnar. Síðan, það hefur verið mjög hávær krafa. Kröfugerðir verkalýðshreyfingarinnar fara þannig fram að þær eru unnar í hverju félagi fyrir sig, í víðu samtali, fjölda fólks. Síðan eru þær nýttar saman í landssamböndin og svo hugsanlega á borði ASÍ stóru myndina. Þannig að en það hafa verið uppi háværar kröfur frá grasrót verkalýðshreyfingarinnar að fyrsta lagi draga úr skerðingum og síðan að auka almennt kaupmátt og lífsgæði. Hvað væri forgangsatriði ef þú setur því í spor Öryrkjabandalagsins? Hvað væri forgangsatriði? Eru það að ráðast á skerðingarnar eða er það að hækka lífeyririnn? Hvað segir þú það, Sonja? Það er svolítið erfitt að klippa þarna á milli. Af því þú þarft auðvitað alltaf eitthvað lágmark til grunnframfærslu og það eru auðvitað ekki allir sem að eiga þess kost á að taka þátt á vinnumarkaði. Þannig að þú þarft að tryggja þeim mannsæmandi kjör. Og þá kemur á móti að einmitt það þarf að vera hvatning til þess að geta tekið þátt á vinnumarkaði ef að fólk hefur getu og vilja til. Og þá auðvitað höfum við séð það að kerfið er það flókið að fólk veigra sig við það. Og það eru til dæmis eins og við sjáum núna og kannski ekki alltaf sem að verkalýðshreyfingin er mjög hrifin af, en það er svona alls konar ráðningaform að birtast. Það er ekki lengur þetta svona hefðbundna eins og var, þú varst að ráða á eitt vinnustað, þú varst þar út þína starfsævi og þannig að það eru kannski meira svona tímabundin verkefni að koma inn og jafnvel í svona hlutastörfum og tímavinnu og svo framvegis. En allt er þetta samt að gefa fólki einhver tækifæri á að njóta félagskap við annar, taka þátt og prófa sig áfram á vinnumarkaði. Þannig að þá má heldur ekki vera þannig að þú óttist það vegna þess raunverulega hvernig bakreikningurinn verður síðan seinna mér. Þannig að þess vegna held ég að það sé stóra atriði, en þetta er tvískipt af því að það geta ekki allir tekið þátt á vinnumarkaði. Já, en það er líka bara þannig þegar að öryrki fyrir út á vinnumarkaðin ef hann er að taka lífeyri að þú ert bara eins og þau orðaða sjálf ágætlega og þurriðir gerði, þú ert að kaupa þinn á vinnumarkaðin. Já, þetta er sko það sem kemur mér mest óvart þegar ég fer einhvern veginn að grúska í þessu og Öryrkjabandalagið og þurriðir og þetta góða fólk sem vinnur hjá Öryrkjabandalaginu hefur kennt mér alveg óskaplega margt.
er að sko alltaf þegar maður nær árangri hérna, bara þú veist, hækka hérna örorkubæturnar, gefa í desember uppbót eða eitthvað, þú veist, alltaf að gefið eitthvað í einhver staðar, að þá er það tekið annars staðar. Og þetta er sko, það þarf að elta reglugerða farganið í skerðingunum, bara út að enda til þess að tryggja það sem þó er samið skilir sér í vasa fólks. Og þar hefur við lagst að árátta með Öryrkjabandalaginu og verið farsælt. Og ég tek bara sem dæmi síðustu áramót þegar kemur hækkun að þá eru margir sem falla þá út úr sérstökum húsnæðisbótum. Það eru komnir yfir eitthvað mörk, samkvæmt reglugerðinni, þær bætu detta niður, þannig að þú ert jafnvel verr sett heldur en áður. Með skattalækkanirnar sem komu áramótin og þær hækkanir sem komu inn í kerfið. Þannig að sko ég bara, sko reglulega bara fallast mér hendur yfir þessu skrimsli sem við erum búin að búa til, sem fjötrar fólk þannig að það getur sig hvergi hrært. Er þetta kerfi gengið sér til húðar í bara flækjustígi og jafnvel kannski lélegri pólitík? Já, það er búið að vera að stoppa í götin hér og þar og það sem er sko eiginlega mannfjandsamlegast í þessu kerfi eins og mörgum öðrum kerfum sem við erum að díla við, afsakið sléttuna, að það er einhvern veginn þetta gengið út frá því að allir séu að svindla. Já. Og það er einhvern veginn svona upphafspunkturinn í staðinn fyrir að ganga út frá mannúð og aðstoð og hjálp. Og það er mjög merkilegt ef við tökum það í samhengi við sko skattsvikara þessa lands sem eru ekki öryrkjar, heldur eru sko einhverjir sem eru í meistaradeildinni þar, að þeir sko það er farið miklu ljúfari höndum þá heldur en nokkuð tímann sko það sem verið elt upp einhverja sálir sem eru óvart skráðir sambú hér en ekki innleipar og svo framvegis. Og þannig að við endum alltaf í stærsta hugsanlega samhenginu þegar sko verið að gefa afslátt að fjármagnstekjuskatti eða ívilnanir fyrir hlutabréfakaup, einhver svona litlar sko breytingar sem að hygla þeim ríkustu, leggja niður skattrannsóknarstjóra, þannig að það sé nú örugglega ekki hægt að elta þessa milljarða sem út að standa í kerfinu. Þannig að sko það er svona hugsunarvilla í þessu kerfi. Og ég byrja alltaf samtalið á því ef maður fer í samtal við einhvern. Ég ætla ekki að taka samtalið á þeim nótum að sko koma í veg fyrir svik í kerfinu. Af því ef maður fer inn í kerfin þannig að þá endar með þetta skrimsli sem við erum með í dag. Það er algjörlega óþolandi, þannig að við þurfum líka að breyta bara hugsunarhættinum og nálguninni. Það er kosningár. Og nú eru nóg til. Og við ætlum Sonja að forma hérna kosningalofvort sem að myndi gefa stjórnmálaflokki gott gengi. Hvernig á þetta kosningalofvort að vera ef við erum að horfa á hagsmuni öryrkja? Hverju viljum við lofa? Í grunninn náttúrulega er þetta meginlínan, við erum að segja það nú til. Þannig að það er megin markmiðið að jafna byrðarnar. Af því að það sem að við auðvitað og gerist í þessari hagsmunabaráttu og svolítið þessari orðræðu þegar að vera tókast á forgangsröðun hagsmuna, þegar það er hægt að lækka skatta á hátekjufólk á krepputímum og svo framvegis, er nákvæmlega þetta atriði að þú þarft að setja það í forgrunn að þú verðir og ætlir að beina kastljósinu að þeim sem hafa minnst á milli handana eða eiga erfiðast uppdráttar og þú ætlir þá að byrja þar að því auðvitað er í mörg horn að líta en þú gerir það ekki og byrja ekki til jöfnu í samfélaginu með því eins og kom fram í núna fjármálaáætluninni að þú ert að auka frelsi og svigrúm einstaklinga raunverulega til þess að búa til peninga og þannig skilja þetta til samfélagsins. Það auðvitað er bara skerðing á frelsi hjá öryrkjum og einstæðum foreldrum og þeim sem að þurfa á stuðningi að halda. Þannig að við verðum að búa til samfélag þar sem að þú ert að ákveða að þú ætlar að skattleggja meira þá sem að hafa breiðupökin til þess að styðja þá sem að þurfa á því að halda. Hvernig myndir þú forma svona kosningalofvort ef að til þín væri leitað af einhvern stjórnmálaflokki? Ég þarf ekki að forma það því við erum búin að því og erum bara að kynna þau eftir 2 daga. Afkomuöryggi. Það einhvern veginn hugtak fangar sko það sem við erum að tala í raun og veru. Og það er líka skynsumustu viðbröðin á krepputímum að tryggja afkomuöryggi. Og í því orði felst
að þú eigir í þú á, að þú búir í öruggu og góðu húsnæði, svo þú refna. Þannig að það ágætis útgangspunktur og afkomu ekki fyrir þá alla. Ég held að það sé orðið sem að við ljúkum þessum kafla þáttarins á. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir að koma, Sonja og Drífa, og aftur til hamingju með daginn. Takk sem leiðis. Já, sæl aftur, við höldum áfram, það eru komnir góðir gestir. Það Styrmir Erlingsson sem er stafrænn leiðtogi hjá Reykjavíkurborg og Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, verið velkomin. Takk fyrir. Og ég leyfi mér að segja til hamingju með daginn sem náttúrulega baráttudagur okkar allara fyrir réttindum og góðum kjörum. Aldeilis. Flott. Við erum aðeins að fara að tala um atvinnulífið. Mér langar að byrja á þér, Birna. Við heyrum mjög hjá fötluðu fólki að það upplifir nánast útskúfun af vinnumarkaði. Sjálfsagt skýrasta birtingamyndin og það erfiðasta við að eiga, það þessi gríðarmikla girðing sem virðist að vera reist milli vilja fatlaðs fólks til að taka þátt og vilja atvinnurekenda til að ráða fólk. Það eru skerðingar, þannig að fólk að borga með sér nánast. Hvernig upplifir þú þetta í þínu fyrirtæki? Eru þið að fyrsta lagi ráða og vill fólk koma í vinnu til ykkar? Við langar aðeins að svara þessu svona aðeins í víðara samhengi. Við höfum lagt ávallt áherslu á fjölbreytileika og við höfum undanfarin ár höfum verið með fókusinn á jafnréttismál og við erum búin að ná árangri þar. Og ég vil svolítið bera þetta saman. Þegar einhvern tíma sögðu við að það var ekki verið að nýta 50% af vinnuaflinu af því að það voru mikið færri konur á vinnumarkaði. Ekki það var ekki að sinna mikilvægu hlutverki við að koma næstu kynslóðum að legg. En við hugsuðum þetta út frá því að efnahagslífið yrði betra ef við varum að nýta alla þá starfskrafta sem við varum með. Ég held að við eigum eftir að sjá mikla breyting á þessu í almennan fjölbreytileika, þar sem að við erum að tala þetta orð sem að mikið nota, þetta inclusion, sem að við þáttaka allra, finnst mér gott orð þar sem að lögð verður aukin áhersla á aðra hópa, sem eru minni hluta hópar varðandi starfsmannafjöldan í dag og það sé verið að vinna í að búa til umgjörð til þess að gera þetta mögulegt og þetta sé hluta stefnu fyrirtækisins. Ég heyri mikið, bæði hérlendis og erlendis, að það er að verða mikil vitundavakning í þessum málum. Og ég held að það sé mikilvægt fyrir samtökin sem að standa að þessum hópum hér heima að fylgja þessu vel eftir. Mér finnst rosa jákvætt að heyra þið segja þetta, Birna. Ertu að segja að næst á dagskrá sé fatlað fólk, aðrir hópar sem hafa kannski mjög átt undir högg að sækja á vinnumarkaði? Ég held við eigum bara að horfa á þetta alveg eins og við gerum í jafnréttismálunum. Þarna eru auðlind sem við erum ekki kannski að nýta til fullnustu og það sjálfsögum við að gera það. Og við vitum það til dæmis, ef við til dæmis skoðum hópa eins og innflytjendur, margir hverjir mjög vel menntaðir en ekki að fá starfi hæfi, eigum við ekki að horfa á þessa hluti aðeins öðruvísi. Og ég held að það sé svona, ef þú horfir svona 10 ár fram í tíman, þá held ég að öll fyrirtæki sem vilja láta taka sig alvarlega verði með stefnum hvernig þeir vilja hafa vinnustaðin sín og fjölbreytileikan sem þeir vilja sjá í honum. Styrmir, ég segi eiginlega bara pínu vá eftir að hafa hlustað á þetta. Hvað segir þú? Já, ég bara tek undir að þetta sé vegferðum sem við viljum fara á í. Og eins og á mínu vinnustað, Reykjavíkurborg, að þar einmitt verið að leggja núna drög og þau eru komið nokkuð langt að velferðarstefnu Reykjavíkurborgar og inn í henni til dæmis mjög skýrt ákvæði margbreytileika í starfsmannahópnum og það áauðvitað þá við fólk þá með skerta starfsgetu eða fatlað fólk og einmitt innflytjendur og fleiri því að við viljum líka sjá fólki sem hefur þessa reynslu og þekkingu á því að vera sjálfur fatlaður eða innflytjandi eða hvaða hóp sem vart að taka jafnvel sinna þjónustu þá við sína jafningja eins og til dæmis þá á velferðarsviði og í velferðarþjónustunni. Þannig að þetta hljómar
bara já, vel. En þið eru bæði að tala inn í framtíðina. Já. Ert þú að upplifa að Reykjavíkurborg hafi ekki verið með þessa inklúsífu stefnu eða þáttöku allra eins og í sammála Birnu gott orðalag yfir þetta hugtak? Ég held hún hafi alveg verið til staðar en hún kannski bara kristallast núna í þessu skjali en það mátti alltaf gera betur sko. En ég hef þetta dæmi fatlaðan einstakling sem að starfa hjá borginni og það nú alveg fleiri en ég að starfa þar sko. Hvað þarf til að koma fyrst? Þú hefur reynsluna. Hvað það sem að fyrirtæki og stofnanir þurfa að byrja á, ef eitthvað? Pappír eitt og yfirlýsing. Hvað þarf að gera? Það viðeigandi aðlögun. Þú þarft í raun og veru að vera tilbúin að gera breytingar til að koma móts við þá þarfir fatlaðs fólks. Það getur til dæmis verið breytt ef þú ert að auglýsa kannski 100% starf en viðkomandi getur bara sinnt 75% starfi, þá þurftu kannski vera opinn til að breyta því. Það kannski eitthvað varandi vinnuumhverfið, aðgengismál, jafnvel hjálpartæki eða einhver svona til að auka aðgengi viðkomandi að þessu starfi, þá þarftu að vera tilbúin að gera breytingar. Það þetta feli sér oft ákveðin kostnað. En maður sér hérna líka mikið tækifæri með teimavinnunni þarna geti í raun og veru þessi aðstöðmunu jafnast aðeins út. En upplifðu við það ekki í COVID, Birna, að heimavinnandi, viðeigandi aðlögun sem hugtak, það var verið að senda betri stóla heim til fólks, fullfrískra starfsmanna, tölvuskjái og fleira. Ekki COVID að flýta þessari þróun? Jú, getum við ekki sagt að, þú veist, afsakanir sem að notaðar hafa orðið að engu, ætla að sé ekki að segja það. Ég held að þú segir hvað þarf fyrst að gerast. Ég held að fyrsta stíði sé það að vera óhræddur við að viðurkenna og getur gert betur. Þú veist, mér finnst það bara alltaf vera besta skrefið. Og síðan hugsa, ég ekki að gera nógu vel í þessu og eins og við höfum oft talað í jafnréttismálunum, þetta viljinn sem þarf. Það endalaust þetta að setja, ég reynda búin að tala svolítið að setja stefnur og allt það, en það bara viljinn til að gera betur og ætla sér að keyra þetta áfram. Og ég held að hann bara mér finnst hann vera að koma í ljós víða og ég held að síðan gerist þetta svolítið eins og jafnréttismálunum. Þetta byrjar eitthvað staðar og svo þetta bolti sem fer að stað. Og ég bara vona að þetta verði það sama með þetta. Og þetta sem hún nefnir varðandi vinnuaðstöðuna og alla stólana sem fóru milli húsa, þá held ég að það sé einmitt búið að sýna sig að ýmsar afsakanir sem að kannski tengdust þessu að þú værir ekki að standa þig eins vel eins og hægt varðandi þetta, að þær kannski, eins og ég nefndi, urðu að engu, þannig að til dæmis bara heimavinnan hefur hjálpað mikið til og við sjáum það líka bara vinnu umhverfin alls staðar. Við erum komið í þessa svona svo kalluðu verkefna með vinnuaðstöð þar sem enginn á sitt ákveðið skrifborð, þetta allt mikið opnara og aðgengi náttúrulega bara þannig að til dæmis eins og fyrir fatlað fólk, það á ekki að vera neitt vandamál, en ég held þetta sé þessi svona viðeigandi aðlögun sem þú nefndir, sem mér finnst afskaplega gott orð, það ýmislegt sem fyrirtæki þurfa að hugsa í þessu samhengi og segja við ætlum að fara inn á þessa vegferð og við þurfum að fylgja því vel eftir og gera þetta vel. Og þessna held ég kannski að því að ég heyra þú að segja því að þeir allir svolítið að tala framtíðin að þetta fara að gerast eitthvað tíman. Veist, ég held að það líka mikilvægt að sé vel gert, að það sé svona settur góður rammi utan þetta og hvernig ætlar fyrirtækið að líka styðja starfsmanninn alla leið til að ná í árangri. Og ég held að það sé afar mikilvægt. Já, en þegar ég tala framtíðina þá ég líka vís í það að það náttúrulega bara óþolinmæði, þetta búið að vera löng barátta, lítið gerst, en nú allt í einu virðast vera að opnast tækifæri. Já, mér fannst til dæmis þessu könnun sem að þið hafi verið vitni hérna, þetta mjög áhugaverðar niðurstöður og til dæmis það eins og ég sá þar að það væri 70% af aðilum sem fá ekki vinnu við hæfi, eingöngu 30 og þetta það sem að þá ég aftur að vitni það sem ég sagði áðan, þetta með að nýta alla krafta sem við höfum og það til þess að allt í því skyni að efnahagslíf Íslands verið betra. Þannig að við hefum bara hugsað þetta svolítið þannig. Hvar við nýtum þessa starfskrafta
bara í framleiðni sköpun fyrir Ísland en hvernig getum við stutt líka við það þannig að það sé vel gert? Ég held að það sé mikilvægt. Já, og þetta fá ekki vinnu við hæfi. Ég þekki persónulega dæmi þar sem að mjög menntaður verkfræðingur sótti vinnu hjá opinberri stofnun og hafði svo sannarlega margt að koma með að borðinu, en hann var í hjólastól og megnið að starfsviðtalinu snýrist hans fötlun og hann fekk ekki vinnuna. Er þetta dæmi sem þú hefur heyrt talað sambærileg? Ekki mörg svona dæmi, en maður hefur þetta heyrt samt ákveðnar hindranir, sko. En ég held að, sko, við þurfum einhvern veginn að taka þessa fyrstu hindrun sem oft viðeigandi aðlögunin. Við þurfum að reyna að finna einhverja lausnir til að hrinda hennu vegi og eitt svona dæmi sem ég hef nefnt til dæmis heimavinnan sem við erum að ræða um þetta, sem þetta bara fór á fullt í COVID, að þegar að þú ert vinnuveitandi, þú ert að ráða í starf, þú ert með 2 einstaklinga, annar með skerta starfsgetu eða fatlaður, hinn ekki, og þú ert að reyna að taka ákvörðun hvernig þú ert að ráða og þeir eru jafnhæfir, þá í raun og veru skilum maður alveg ef það felur í sig mjög mikinn kostnað að ráða þennan fatlaða að það sé hindrun. En maður sé fyrir sig til dæmis með núna heimavinnu að þessar hindranir minnki ef við erum að tala skrifstofustarf, og þá í raun og veru miklu jafnana mun þarna á milli, og þá þetta að ráða þetta fólk, og svo þegar það komið inn að kannski eftir hálft ár þá sérðu, þetta frábær starfsmaður, það gengur mjög vel, og þá kannski grípur til þessara aðgerða. Ég veit ekki, sko, þú veist, ég sé ákveðin tækifæri þarna til að ryðja svona fyrstu hindrunni, því að þú ert kannski að fara að leggja þá mjög mikið kostnað út og síðan veist ekki hvort starfsmaðurinn muni henda í starfi, skiljið hvað við. Þannig að þetta ákveðin hindrun sem að maður sér að gæti horfið þarna. En var ekki hlutaði útrýma jafnréttinu að ef að 2 útrýma jafnréttinu, ná jafnréttinu meina, ef að 2 jafnhæfir einstaklingar sækja að þá áttu að ráða konu? Er óeðlilegt að setja sambærilegt á ef þú ert með fatlaðan og ófatlaðan einstakling að þá berið þeir að ráða fatlaðan einstakling ef að hæfið það sama? Nei, og það reyðilega í lögum þjónustu við fatlað fólk með langarleyfisstuðning í starfi, þá varandi opinbera markaðinn. Já, það svoleiðis. Vissir þú það, Birna? Já, ég held að ég hafi svona einhverja vitneskju það. Mér finnst samt mikilvægast að komi svolítið bara innan frá. Þú sétt búin að byggja upp svona fyrirtækja menningu sem tekur bara þessum málum opnum örmum. Þannig að lagasetning eitt, við kannumst við það úr jafnréttismálunum, en að sjálfsögðu best að þetta sé vilji til staðar til þess að gera hlutina betur. En þá veltum maður fyrir sér, til þess að þetta geti tekið á flug, verði ekki stjórnmálin að vera með í þessu? Verður ekki löggjafinn að taka þátt? Já og nei, því að stundum það hvetjandi og stundum það letjandi. Ég var að hlusta á forstjóra Kauphallarinnar á dögunum, þar sem var verið að ræða stjórnarhætti sem náttúrulega bara afar mikilvægur, og fjölbreytileiki fellur svolítið undir þann málaflokk. Þar talaði hann töluvert mikið þetta, þáttöku allraði inklusjón, að það væri næsta skref þar sem hann að hlusta á aðila erlendis og hérlendis. Við erum svolítið á þessari vegferð, og ég held að sé mikilvægt, að styðja þetta með öllum ráðum, en ég held að sé bara, samtalið það mikilvægasta fyrst, eins og í öllu. Samtalið og það að komi svo svona ofar svona á listan yfir umræðefni innan fyrirtækja, og ég held að það sé að gerast, en gerist á næsta ári? Nei, ég ekki vissum að þetta gerist ég veit alveg að samtök þessara aðila vilja sjálfsögðu sjá þetta gerast hraðar, en ég held að þetta sé jákvæð breyting sem þurfi svolítið að gefa, það þarf að tala þetta svolítið fyrst og svo koma aðgerðirnar. Þannig að við nefndum rannsókn fyrr í samtalinu, rannsókn sem var gerð af fyrirtækinu Accenture í Bandaríkjunum. Þar kemur í ljós að fyrirtæki sem með þessa inklúsífu stefnu eða þáttöku allra, þau eru virkilega að hagnast meira en önnur fyrirtæki. Fleiri peningar sem að sitja eftir. Kanntu skýringu á þessu, Styrmir? Já, kannski bara nei, en ég myndi kannski halda að hugsanlega bara fatlað fólk góðir starfskraftar bara eins og aðrir, og
ég myndi halda að þetta þetta hópur sem að er vanur að mæta einhverjum hindrunum í lífinu og hefur kannski með seiglu og þrautseigju og Já, og á hverjum degi í lífinu. Já, og líka kannski með lausna meðan hugsunarhátt, þú veist, það allavega eitthvað sem ég hef upplifað og þannig að þetta gæti verið eitt vinkil, en má ég koma aðeins inn á varandi yfirvöldin sem var áðan að þetta þetta tvíþætt eins og Birna kemur inn á, þú veist, þetta eru atvinnureikendurnir sem þurfa að vera bara meira inclusive eins og hún nefnir og það alveg gjörsamlega önnur hliðin, það þessi hlið sko eftirspurnar, en svo það hin hliðin sem framboðið á fötluðu fólki á vinnumarkaði og þá svona spyr maður sig stundum varandi þá aðalega bótakerfið, að það svona á ákveðin máta frekar hamlandi sem sagt það kemur í veg fyrir að falla fólk fara inn á vinnumarkaði. Til dæmis ef að þú ferð yfir í starf sem betur launað og síðan missur það starf og þá getur það gert það verkum að þú missir bæturnar bara það sem eftir árið. Þá þú bara lendur í frekar vondri stöðu. Þú veist að það með þínu skuldbendingar þarf að greiða leigu eða lán og svo framvegis. Þetta alveg, og ég hef séð þetta eiginlega miklu meira, að fólk svona veira sig við að leita eftir starfi og koma sér starf og því að það að fara út í mjög miklu óvissu. Og ég myndi að segja að þetta kannski það einna helst sem að stjórnvöld gætu stíð inn í að laga þetta þannig að við náum framboðinu og eftirspurninu báðu sem sagt saman. En kannski eins og Birna segir að sko samtalið náttúrulega til alls fyrst og ef að öflugir atvinnurekendur fara að tala meira fyrir inklúsífri stefnu þá kannski hlusta líka stjórnvöld. Já, og það gera það án efa, en við langar aðeins að nefna þess að því þú nefndir svona eiginleika, þú nefndir sko lausnamiðið hugsun og þú nefndir þrautseigju. Og ég var að skoða daginn og tala á ráðstefnu sem að Samtök atvinnulífsins voru með, þar sem var verið að tala vinnuafl framtíðarinnar. Hvað væri mikilvægast að vinnuafl framtíðarinnar, hvaða eiginleikum það ætti að vera, hvað ætti að prýða það fólk. Og þetta var listi sem kemur frá, ef ég man rétt, World Economic Forum. Og þar voru þessi 2 orð einmitt mjög ofalega á lista. Sem sagt, lausnamiðið hugsun og þrautseigja. Þannig að gaman þú hittir akkurat á þessi 2 orð sem að einmitt segir okkur, sem að hjálpar allt í þessari umræðu þessi mál. Þannig að það þarf að tína svolítið til þess að ýta þessu málaflokk áfram. Að við erum að koma að lokum þessa kafla. Hvernig heldur þú að þetta muni þróast núna næstu árun? Ertu sammála Birna að þetta taki aðeins tíma, þetta þurfa að ræðast, það þurfa að vanda þetta, en að þetta geti orðið raunveruleika eftir nokkur ár, aukin þáttaka fatlaðs fólks í atvinnulífi? Já, algjörlega, og ég tek alveg undir með Birnu, alveg definitely, sko, að þetta mun taka smá tíma og það þarf að koma svona ákveðnu skipulagi í gang. En ég held það, og við erum að tala samt mjög breiða vídd af störfum, við erum að tala allt frá því, sko, ég vil bara að sé eðlilegt að þú fái kaffibóllaðinn frá fallari manneskir sem á kaffihúsinu, eða þú farir í bankanum mitt og hittir þjónustufulltrúa sem í hjólastól, eða hjá hinu opinbera. Þannig að já, ég held að þetta sé að fara að gerast, en það sem við verðum að hugsa í þessu samhengi dálítið sem ég langar að koma inn á, það að skert starfsgeta mjög aðstæðubundin. Og ég held að þetta sé dálítið svona vinkillinn sem við þurfum líka að hugsa út frá. Að þú veist eins og ég upplifi mjög takmarkaða skerta starfsgetu í mínu starfi. Því að ég sitt við skrifborð og ég á fjarfundum og ég sinni í raun og veru tölvu vinnu. Ef ég fara á sjó, þá var ég með verulega skerta starfsgetu. Skiljið. Þannig að við þurfum aðeins að hugsa að finna þá líka störf við hæfi. Og ég held að stór hluta af þessum hóp sem vill komast á atvinnumarkaðinn getur bara algjörlega sinnt störfum ef þau henta. Þú ert að segja og ég held við bara endum þennan kafla á því, bara rétt tækifæri fyrir alla. Akkurat. Birna Styrmir, takk fyrir að koma. Takk. Það komið að loka kafla hjá okkur í dag. Vertu velkomin aftur, Þuríður. Takk. Nú erum við búin að hlusta á athyglisverðar umræður, leyfi ég mér segja. Hvað tekur þú mest út úr? Ég held að það með segja kannski bara að hér greinilega mikill vilji
ef við horfum á atvinnulífið sem að Birna Einarsdóttir stendur náttúrulega fyrir í þessum þætti, að það er mikill vilji á því að fá þáttöku fatlaðs fólks inn á vinnumarkað og fyrirtækin eru að gera sig grein fyrir því að þáttaka allra, að hún skiptir bara gríðarlega miklu máli og hún er bara mjög arðbær og þannig að ég tek það dálítið með mér út úr þessum degi. Síðan er það sem kom hérna fram í tali Drífu og Sonju að Stöldum aðeins betur við það sem Birna sagði áður við afgreiðum það, að því að ég heyrði að Styrmir kemur svo inn á það að þessi skilgreining viðeigandi aðlögun, þar sem verið að mæta þörfum fólk sem vinnur heima, hvort sem það er fatlað eða ófatlað, er búið að eiga sér stað núna í þessum COVID-faraldri. Þannig að eins og hann sagði, við erum byrjaðir á henni og Birna tók undir það. Sko það er alveg rétt, það er komin á stað þessi viðeigandi aðlögun sem að samfélag okkar skildi hreinlega ekki þetta hugtak fyrir ári síðan. Núna eru allir meira og minna búnir að vera inn í því sem að við köllum viðeigandi aðlögun, þar sem að starf og starfsumhverfi er aðlaga að starfsmannunum. Og það gerir það náttúrulega verkum þetta verið miklu auðveldara að sækja, að fatlað fólk fái þá þessa viðeigandi aðlögun, að þörfum þeirra vera mætt. Hvort sem það bara er að vinna 25% vinnu eða 50 eða 75% vinnu, það er eitt skref sko. Og svo annar er hvernig starfsumhverfi einstaklingurinn þarf helst, sko líður best í, hvað hann þarf til þess að geta sinnt starfinu. Mér finnst merkilegt að heyra þegar þau sameinuðust í þessum tveimur hugtökum, þrautseigja og lausnamiðað. Já. Og þetta er það sem maður auðvitað veit og maður hefur reynt að segja og reynt að halda á lofti að fatlað fólk það býr við ákveðnar hindranir okkur einasta degi sem þarf að komast framhjá og þannig að það er búið að finna leiðir til þess að reyna að lifa lífið sínu sem best. Það þarf ofta að breyta kúrs, jafnvel ofta dag til þess að mæta einhverju óvæntu og það skapar þjálfur upp ákveðna seglu í fólki, að gefast ekki upp, heldur halda áfram og fatlað fólk hefur tileinkað sér þetta að stóran hluta. Ef við víkjum að þeim verkalýðssleggjum sem mættu hérna, Sonju og Drífu, hvað fannst þér það sem þær höfðu fram að færa? Það er náttúrulega drógu alveg það fram að það vantar svona, við þurfum að hafa mannúð að leiðarljósi og mæta fólki betur og það þurfa allir að geta komist af. Það þarf að vera bara alveg klárt að þú þarft að geta lifað af þeirri framfærslu sem það hefur. Og við þurfum á þessi afkomi að vera afkomi trygginga að þeir sem að ekki geta á neitt hátt aflað sér viðvaris og að þeir hafi tryggða framfærslu sem dugi. Því að fólk þarf náttúrulega að geta borga sína skuldbindingar hvort sem það er fatlað eða ekki. Og þannig að þetta, mér fannst það vera svona gott að fá þetta fram frá þeim. Þessi krafa að öryggisnetið virkilega grípi þig. Já, og einmitt þegar þú þarft á því að halda sem að sumir þurfa og þetta sem við hefum búið til hérna inn í okkar samfélag til þess að grípa fólk þegar lendir í hremmingum að því sé tryggð framfærsla og það grípið eða eitthvað, að það sé ekki þannig að þú sko dettir í netið og verður blár á marinn af grótinu vegna sem að því að netið er svo lágt strengt. En fannstu fyrir einhverju framtíðarmúsikarna? Ertu aðeins bjartsýnni eftir þessi samtöl eða? Já, ég er það auðvitað og ég er bjartsýn svona eðlisfari og ég trúi alltaf að við séum að þoka málanum dálítið áfram og mér finnst við hafa gert það dálítið í dag, bara fengið fram ákveðin mál sem bara er gott að
eru komin einhvern sögð, þannig að við höldum áfram bara bjartsýnni og tilbúnari í því sem við erum að gera, sem eru auðvitað bara að fatlað fólk eigi líf til jafns við aðra. Það er megin stefið. Að það hafi tækifæri til þáttöku, það hafi fæði, klæði og húsnæði eins og annað fólk og svona geti lifað sómasamlegu lífi. Ég held Þuríður að það sé fínt að enda á þessu, en mér langar samt að minna á slagorð dagsins. Það er nóg til. Þetta er bara spurning að skipta þessu með kannski aðeins sanngjarnari hætti. Takk fyrir okkur í dag. Takk fyrir.